Heyrðu, ég er sem sagt, já, ég heiti Guðrún Ása og ég vinn í Ketilsskóla sem er á Borg í Grímsnesi. Þannig að við erum hérna í litlu þorpi á Suðurlandinu og við völdum vatnið sem þema í fyrra og við erum með útinám, já, kannski fyrir nú bara, já, við erum sameiginlegur leik- og grunnskóli í Grímsnes og Grafningshreppi og erum með 70 nemendur. Og við erum með útinám fast í töflu hjá okkur, allur skólinn er með útinám á sama tíma í töflunni. Þannig að við getum svona, þegar við viljum, þá getum við unnið alveg þvert á allan skólann eða þá stundum þau svo bara að vinna eftir aldursstigum eða hvernig sem það er. Já. Þannig að við reynum að nýta útinámstímann okkar í grænfánan, allavega svona stundum og við tökum yfirleitt með okkur elsta árganginn í leikskólanum. En við höfum reyndar ekki gert það í ár út á COVID, þá höfum við reynt að halda svolítið aðskildu leik- og grunnskóla. Og síðast tímabil eins og segja, vorum við að vinna með vatnið og vildum hafa vinnuna svolítið fjölbreytta. Og til þess að komast yfir svolítið fjölbreytt starf bara á þannig séð á stuttum tíma að þá bara ákváðum við að nýta útinámið og bjuggum til stóra hringekju með 7 verkefnum og hver hópur heimsótti hverja stöð bara einu sinni, bara viku eftir viku og það var svolítið rugl hjá okkur í þessu því að svo kom allt í einu bara í miðri hringekju, þá þurfti að stoppa allt á COVID og allt flokka niður í einhverju hólf og hópa þannig að það slaknaði aðeins á þessu þarna í miðjunni. En við tókum bara upp þráðinn aftur þegar við máttum öll hittast aftur. Og stöðvarnar í hringekjunni voru vatnið í sveitin okkar, flotkraftur, sækjavassýni, greinavassýni, suðumarkvass, veitumál og svo orðaforði. Og í vatninu í sveitin okkar þá fórum við svolítið svona kortaverkefni. Við fórum og við settumst niður, þetta voru svona 6 nemendur kannski hóp, 5-6 nemendur og fórum niður og settumst og skoðum kortið og veltum aðeins fyrir okkur hvernig vatnið væri á litir á kortinu og hvar væru vötn og stöðuvötn og ár og hvernig ár þetta væru og lækir og svona. Og svo fékk hver hópur að velja eitt vatnsfall, bara eitthvað sem þeir mátti gera og gerðu svo veggspjald með upplýsingum og myndum vatnið. Og þá skiptist það svolítið þannig að eldri börnin fóru kannski svolítið að googla og finna upplýsingar vatnið sjálft, á meðan yngri börnin fóru kannski að hugsa hvaða dýralíf er í kringum vatnið og fóru að teikna dýrin, þannig að þau áttu allir eitthvað í spjaldinu. Og svo hengdum við þetta upp. Við ákváðum að hengja þetta þannig upp að það kortið er þarna í miðjunni og svo sýndum við hvernig þetta tengist allt. Þannig að við settum svona ára á milli vatnana, þannig að þau sáu hvernig allt vatnið sem þau voru öll veggspjöldin tengdust, hvernig það rann á milli vatnið. Og þetta kom rosalega vel út á veggnum og því miður þá gátu foreldrar ekki séð þetta í fyrra en svo þegar við vorum með skólasetningu í haust þá gátu foreldrar heimsótt skólann og þá gátu þau til dæmis séð þennan afrakstur. Næsta stöð var flotkraftur. Þá var kennarinn bara með svona sýnikennslu og þau voru að giska á hvað flýtur og hvað sekkur og prófa ýmsa hluti og voru að nota leir og svona láta hann búa til ýmis form úr leirnum og sjá hvort þau gætu svo eins og þau búið til eitthvað sem að myndi fljóta. Og já, og reyndu að búa til báta og sjá og nú bara fylgdi ekki sögunni frá þessum kennara hvort það tókst að búa til bát sem að flaut úr leirnum. Og af því þetta var útinám þá fórum við reyndum við sumarstöðar voru náttúrulega inni og aðrar úti en einn hópurinn fór út á eldstæði og þurfti að hafa fyrst fyrir því að kveikja eld áður en þau svo fóru að sjóða vatnið og fylgjast með það hitnaði og hvað gerist í pottinu þegar það hitnar og svo var að sjálfsögðu hægt að fá sér heitt kakó þegar búið var að ræða þetta allt saman og vatnið verið heitt. Svo var hópur sem að rölti niður að læk sem er rétt fyrir utan þorpið og þá var bara að fara í góða gönguferð
með fötur og háfa og hitamæli og rannsökuðu vatnið svona á svæðinu og tóku svo vatnssýni og jarðveg og pöddur, allt sem þau fundu. Og þetta var svo, fóru þau svo með tilbaka í skólann og settu í stórt fiskabúr sem var í náttúrufræðistofunni. Og svo í vikuna eftir að þá var hægt að fara og skoða sýnin úr fiskabúrinu. Þannig að þá var mikil umræða lífríkið í ferskvatninu og skoðuðu sýrustigið og fengu smásjá. Og svo voru þau að reyna, voru þau með svona, ég held að það var svona plöntulyklar eitthvað, voru reyna, nei ekki plöntu heldur, svona pöddu eða skordýralyklar en að greina hvort þau þekktu og getur fundið hvaða lífverur þetta voru sem að þau fundu þarna. Og af því að við erum í svo litlu sveitarfélagi þá höfum við náttúrulega góðan aðgang að alls konar fólki. Þannig að við fengum að fara á heimsækja sundlaugina til að kynnast veitumálunum og fengum að fara þarna niður í kjallara, skoða inntakið og svona ræddu það hvaðan vatnið kæmi, hvaðan heita vatnið kæmi og kalda vatnið sem eru náttúrulega svæði sem þau þekkja. Einhverjir búa í Vaðnesi þar sem að heita vatnið kemur og það er alltaf hjólaferð á Björk, ég held ég sé ekki að Víxla sem heita kalda vatnið, þar sem að heita vatnið kemur og svo svona velta fyrir sér hversu mikið vatn ein sundlaug notar og svona. Og svo kom aðili frá tæknideild sveitarinnar líka og fræddi þau borholurnar og bara magnið af vatni sem að notað í sveitinni. Og talaði líka svona hvað kostaði og ef maður að byggja þessu hús sem maður náttúrulega fá heitt og kalt vatn og það að borga fyrir það allt og svo fer þessi starfsmaður á milli og lesa alla mælana. Og nemendur voru mjög hissa á því hversu mikið vatn notað í sveitinni. Það fannst það mjög merkilegt. Og svo var það orðaforðinn og þá var bara farið, fyrst voru þau að ræða fræðilega bara orð sem tengjast vatninu, eins og hringrásina og uppsprettina, bergvatnsarnar og jökulár og fleira. Svo var þeim skipt í lið, þau fóru svona leiki og áttu að finna eins mörg orð og þau gátu sem tengdust vatni. Og svo fengu þau stafi úr orðaforðanum, einhverjum orðum og áttu að búa til orð sem tengdust vatni og svo var að lokum spurningakeppni úr þessum fræðilega hluta. Já, þetta voru þessar stöðvar og þetta tókst mjög vel til og krakkarnir voru mjög ánægðir með þetta og við vorum líka bara ánægðir hvað við komumst yfir mikið efni með því að setja þetta svona upp. Þannig að við tókum eiginlega það ákvörðun núna nú erum við að vinna með lífbreytileikann í augnablikinu, að við erum búin að setja upp svona svipaða hringekju fyrir lífbreytileikann. Þannig að við getum unnið svolítið fjölbreytt starf í útináminu og nýtt útináminu svolítið vel. Annars bara takk fyrir mig.